Gott kvöld og velkomin í Kompás. Í kvöld segjum við ykkur frá stórfelldu svindli í kvótakerfinu. Í þessu flókna kerfi viðgengst umfangsmikið svindl sem teygir anga sína allt frá bátnum sem veiðir fiskinn til fyrirtækja sem selja fiskinn úr landi. Í þættinum leggjum við fram gögn, vitnum til ábyrgra heimildamanna og ræðum við menn sem allir staðfesta svindlið. Við sýnum ykkur sem sagt hvernig svindlað á kerfinu. Færeyingar gáfust upp á kvótakerfinu eftir 2 ár þar sem það var talið fela í sér innbyggðan hvata til afbrota. Við förum til Færeyja og kynnum okkur fiskveiðikerfi sem þeir búa við í dag. Í þriðja hlutanum leitum við viðbragðið hjá hagsmunaaðilum í sjávarútvegsráðherra og stofnunum sem koma að sjávarútvegsmálum. En við byrjum á stórfelldu svindli í sjávarútvegi. Besta fiskveiðistjórnunarkerfi heims, kvótakerfið íslenska. Á því hvílir grundvallar atvinnuvegur þjóðarinnar. En kerfið götótt, raunar hriplegt því svindlið mikið. Það gengur meðal annars út á að gera sem minnst úr hverju veitutonni og margt smátt gerir eitt stórt. Síðustu mánuði hefur Kompás rannsakað svindlið og vísbendingarnar eru til staðar að það sé stórfellt. Þegar kvótakerfið var sett á árið 1984 var það almenn sátt í landinu vegna þess að veiðar höfðu dregist saman. Á þessum tímapunkti veltu menn ekki fyrir sér náttúrulegum sveiflum í fiskistofnum, heldur gripu menn til þess ráðs að kenna ofveiði erlendra skipa sveiflurnar. Það voru engir sem deildu fiskifræðin á þessum árum og var því haldið fram að einungis með takmörkunum á veiðum fiskistofnana væri hægt að byggja þá upp á ný. Sjómenn og útvegsmenn voru sem einnum að taka á sig skerðinguna með það að leiðarljósi að vinna stofnana upp á ný. Reiknað var út hvað hvert skip hafði veitt 3 ár á undan. Það var síðan grunnur að úthlutun á hluta þess heildarafla sem ákveðið var að veiða. Allir sýndu ábyrgð og tóku á sig skerðingu. Svindlið byrjaði strax. Til dæmis hættu netabátar skyndilega að veiða annað en spriklandi fisk þó að netin hefðu legið í sjó í 2-3 eða fleiri sólarhringa vegna brælu. Nýveitifiskurinn var miklu verðmeiri og fisknum sem hafði legið í netinu var hent. Í fyrstu mátti bara flytja kvóta á milli báta sömu útgerðar. Árið 1991 var farið að heimila sölu og leigu á kvótunum á almennum markaði. Upp frá þeim tíma hófst svindlið fyrir alvöru. Ég búinn að vera skipstjóri 45 ár og þetta kerfi, það býður bara upp á það að strangkvæðilega menn, þeir verða bara glæpamönnum. Ólafur skipstjóri til 45 ára og hefur marga fjöruna sopið. En það alvarleg ásökun að fullyrða að kvótakerfið hvetji til stórfelldra afbrota. Afbrota, það sem þjófnaðurinn og skaðinn getur numið milljörðum króna á ári hverju. Stundum segi ég við mína umbjóðendur þið eru að taka þátt í svindlinu. En þið áttið ykkur ekki á því að það líklegra en ekki að þið fáið aldrei neitt fyrir að taka þátt í því. Það einhverju aðrir sem hagnast á því að gera þetta. Svindlið margskonar. Afla hent fyrir borð því ekki til kvóti eða aflinn of smár. Þá afli sagður vera annar en hann í raun. Til dæmis ufsi í staðinn fyrir þorsk sem verðmeiri. Þegar komið að landi aflanum landað fram hjá vikt, svo hann verði ekki dreginn af kvóta. Fölsun og endurvigtunarnótum hluti af svindlinu og eins á svokallari ísprósentu til að gefa í skyn að aflinn sem kemur að landi sé minni en hann í raun og veru. Á mannamáli þá fiskurinn sagður vera ís. Þegar svo kemur að útflutningnum farmbréf fölsuð til að breiða yfir sporin eða eyða fingraförunum. Heimildarmenn Kompás rúmlega 30. Þeir segjast allir hafa tekið þátt í að svindla á kvótakerfinu og gáfu mjög ítarlega lýsingar á aðferðinum. Upplýsingum frá þeim ber saman. Enginn þeirra vildi koma fram í mynd og undir nafni. Sumir leituðu ráðgjafar hjá lögfræðingum og töldu að þeir myndu sakfella sjálfan sig með því að koma í viðtal. Þeir óttuðust líka að verða félagsleg úrhögg í sínu byggðarlagi. Lögfræðingar sem Kompás ræddi við sögðu allt að 6 ára fangilsi geta legið við umræddum brotum. Heimildarmennirnir sjómenn, skipstjórar, endurvigtunarmenn, hafnarvigtarmenn, útgerðarmenn, flutningabílstjórar, embættismenn sem vel að sér störf fiskistofu og sölumenn fiskafurða. Sjómenn hafa verið sakaðir að henda fyrir borð smáfiski sem gefur lítið verð eða tegundum sem ekki passa við veiðiheimildir útgerðarinnar. Í fyrstu var brottkasti algjörlega afneitað en nú, hinn síðari ár, hefur verið reynt að bregðast við.
Vísbendingar að brottkasti nemi 1000 tonna á ári hverju, að milljarðaverðmæti fari í súginn. Mér finnst að aftur hafa vaxið umræðan og brottkastið og aftur tengi ég það beint leigukvótanum. Kannanir á brottkasti hafa sýnt skelfilega meðferð á auðlindinni. Í könnun meðal sjómanna frá árinu 1990 kom fram að ef 50.000 tonnum af fiski væri hent. 10 árum síðar lét sjávarútvegsráðherra gera aðra könnun þar sem fram kom að 15.000 tonnum af þorski væri hent. Á sínum tíma þegar ég var að henda þessu þá hendum við svo mikið af stórum fiski því að það var ekki til þorskkvóti vegna þess að það var svo mikið fisking. Veistu hvað miklu? Nei, það voru fleiri tugir, mikið 100 tonna þessar vertíðar. Heldur að þetta sé gert ennþá? Ef það er ekki til kvóti þá lítur fiskinn hent. Þegar komið að landi taka við annars konar svik. Hluta aflans laumað fram hjá skráningu, hann keyrður fram hjá vigt. Þannig dregst sá afli ekki frá veiðiheimildum útgerðarinnar. Fjöldi frásagna stórfelld og óprúttin dæmi, en afar erfitt að henda reiður á umfanginu. Löndum fram hjá vigt, ég tel að hún hafi farið vaxandi núna allar síðustu ár. Það er ekkert flóknara en það. Og mínar upplýsingar frá sjómönnum segja mér það. Það hafa komið til mín sjómenn sem hafa spurt mig hvernig ná ég að ná í hlutinn minn úr því sem ekki fór á vigtina. Það hafa fáir verið gripnir við að landa fram hjá vigt. Málin fá og viðurlögin ekki sérlega ströng. Sé miðað einungis við málafjöldan mætti ætla að þetta væri ekki umfangsmikill vandi. En miðað við allar sögur heimildarmanna Kompás virðist vera stórfellt svindla að ræða. Fjöldi þeirra viðurkennara hafa tekið þátt í þessu svindli. Þeim illa við kvótakerfið sem þeir segja að geri heiðarlegustu menn að glæpamönnum. Þess vegna vilji þeir upplýsa þáttinn þar sem fram fer. Kompás hefur undir höndum ljósit úr bók sem sýnir að fiski hafi verið landað fram hjá vigt með vitund hafnarvigtarmanns. Heimildarmenn Kompás sem hafa bókina undir höndum segja að vel á 400 tonn hafi verið landað fram hjá vigt á ári, í gegnum aðeins eina höfn. Hvað hugsa skipstjórinn sem að fara að landa fram hjá? Hvað hugsar hann? Hvað gerir hann? Hann náttúrulega hugsa fyrst og fremst það að láta ekki neppa sig. Það er alveg regla nr. 1 og 3. Eru hafnirnar vaktaðar af mönnum skipsins? Já, í mörgum tilfellum. Af hverju ætti fólk að trúa þér nú að þú verið dæmdur fyrir brottkast? Ég ætlast ekki til að fólk trúi mér. Þú spurðir þig og ég svaraði. En það vita þetta allir. Það tala allir þetta. Já, verðið varðið við svindið sem gera? Það er ekki hægt að neita því að það höfum við orðið varið við og nokkurum tilfellum höfum við svona náð eða séð að það var í uppsiglingu og náð að koma í veg fyrir það. Könnun sjávarútvegsráðherra árið 2000 sýndi að 3 af hverjum 4 sjómönnum töldu að fiski væri landað fram hjá vigt. Ráðgjafarskýrsla sem FSO rekstrarráðgjöf vann árið 1996 fyrir Fiskistofu hefur ekki verið birt opinberlega. Í henni segir meðal annars: margir þeirra skoðunar löndun fram hjá hafnarvog og rangar upplýsingar tegund afla séu þau brot sem mest hætta á. Virðist sem ekki hafi tekist að byggja upp áreiðanlegt kerfi sem stuðlar að því að skipstjórnarmenn gefi réttar upplýsingar og eftirlit með þessari starfsemi sé ekki nægjanlegt. FSO dró þá ályktun í skýrslusinni að það þyrfti að leggja aukna áherslu á málarekstur og herða refsingar, til dæmis með sviptingu veiðileyfa á kvóta. Það er svo langt síðan að þessi skýrsla var gerð og hún var gerð að okkar beiðni af þessu fyrirtæki til að hjálpa okkur við endurskoðun á veiðieftirlitinu, hvort að við ættum að endurskipuleggja það. Þá vorum við að tala fyrst og fremst um skiptingu á milli sjó- og landeftirlits og þar sem undir götunum. Ég man það nú bara að við vorum ekki sérstaklega ánægðir með þessa skýrslu, þar að segja okkur fannst hún ekki mjög fagmannlega unnin, en ég get ekki tjáð mig hann öðruleyti því að ég man bara ekkert úr henni. Fyrir hún ekki fagmannlega unnin vegna þess að hún óþægileg fyrir ykkur? Nei, alls ekki, því að við viljum endilega finna fyrir óþægindum ef að þau eiga rétt á sér og ef að þau eru rétt. Upplýsingar aflasamsetningu eru falsaðar. Gefnar eru upp rangar upplýsingar hvaða fisktegundir voru veiddar. Það á sjómannamáli kallað að lita aflann.
en þetta er til dæmis gert með því að raða ufsa efst í kör sem annars eru full af þorski. Aflinn er svo allur skráður sem ufsi, sem blasir við augum efst í karinu. Hagnaðurinn er augljós þegar haft er í huga að kvótalegu kíló af þorski kostar 150 krónur en 20 krónur af ufsa. Á fiskmarkaði er þorskkílóið selt á 250 krónur en ufsakílóið á 50 krónur. Hvatinn til að svindla er því verulegur. Ég tror náttúrulega að Fiskistofa hefur meiri sér staði menn að verki með það að vera með annað í kvörunum heldur en eftirlagið segir til um. Ég aftur á móti heyri minna þessa aðferð núna, allar síðustu mánuðina líka með að segja það síðasta ári, heldur en oft áður. Mjög algengt er að steinbítu sem er bundin í kvóta sé sagður vera hlýri þegar hann kemur að landi. Hlýri er ekki inn í kvótanum og með því að lita aflann, það er að fela kvótabundin fisk undir fiski utan kvóta, dregst hann ekki frá kvóta viðkomandi útgerðar og hún getur veitt meira af honum. Það á að vigta allan afla sem kemur að landi, en kerfið sem unnið er eftir býður upp á afbrot á mörgum póstum. Afla sem fer til vigtunar á Hafnarvog er ekið til endurvigtunar í vinnsluhúsi. Þar á að skilja ísinn frá og senda leiðrétta tölu til skráningar á Hafnarvog. Mikil brögð virðast vera því að átt sé við tölunar, ísinn sagður meira en hann raunverulega er. Og þannig fari allt upp í 20% meira fiski á land en bókhaldið gefið til kynna. 13 vinnsluhús hafa svo kallað heimavigtunarleyfi og þar er eina ytra eftirliti stikkpröfur sem starfsmenn Fiskistofu gera. Þar fer fiskur ekki á Hafnarvog, fyrirtækjunum er treyst fyrir því að vigta aflann sjálf. 72 fiskvinnsluhús hafa leyfi frá Fiskistofu til að endurvigta afla sem kemur að landi. Tilgangurinn með endurvigtun er að fiskvinnslan vill tryggja að ekki sé verið að borga fyrir ís sem notaður til að kæla aflann. En það er hagur fiskvinnslunar að fiskurinn vigti sem minnst og ísinn sem mest. Það er náttúrulega með ólíkindum að það skuli vera hægt að vera með svona endurvigtuna fyrirkomulag og kenna ísum og það skuli þá ekki vera hægt að rekja það vegna þess að það er þó alveg klárt hvað er vigtað í ísum borð í skipið og þegar ísfrádrægi orðið meira í tonnum heldur en það sem fór borð þá hlýtur eitthvað að vera að. Við erum að tala smáar upphæðir hverju sinni í sambandi við ísprósentuna en margt smátt gerir eitt stórt, þannig að auðvitað er þetta áhyggjumál. Þannig að við erum hugsanlega að tala 1000 tonn? Hugsanlega já, en ekki margar held ég. Ég held að við getum verið að tala einhverja fáeinar 1000 tonna en það er mikil peningur. 100.000 tonna af fiski er landað á Íslandi á hverju ári. Hvert falsað prósentustig breytir heildarmyndinni mikið þegar allt kemur saman. 1% af 10.000 tonnum af þorski eru 100 tonn. Verðmæti 100 tonna af þorski á fiskmarkaði miðað við 250 krónur á kílóið eru 25 milljónir króna. Þetta dæmi er samt bara dropi í hafið. Endurvigtunin, hún er 8-10% svona. Ég held að það sé svona mikið yfir línu. Ég þekki það ekki öðru, ég þekki það náttúrulega ekki nema hjá mér. Það er 8-10%. En er mikill ís á fiskinn? Nei, þetta er allt í krabba. En þegar hann fer í endurvigtun fiskurinni, er ekkert ís þá, það er engin ís sem hefur verið að endurvigta? Ég held að það sé eitthvað lítið. Þetta er siðlaust náttúrulega, þetta á ekki að eiga þessi stað svona. Ég fæ ekki kaup út úr þessu. Einhverju tilfellum að þá hafa kannski verið háa prósentutölu sem hafa komið og það háar að við höfum sýnt Fiskistofumönnum það og þeir hafa jafnvel farið og skoðað en ekki orðið eins vísari. Þannig að þetta er svolítið margslungið og snúið. Kompás hefur undir höndum gögn frá einni af höfnum landsins með upplýsingum endurvigtun úr báti sem landaði þar. Heimildamenn Kompás sem unnu við að landa úr bátnum segja að nánast engin ís hafi verið í kaurunum þegar þau fóru í endurvigtun. Í gögnum löndun úr bátnum á 2 mánuðum er ís sagður vera allt upp í 17%. Munurinn á milli Hafnarvogar og endurvigtar eru tæp 25 tonn. Og þetta er einungis úr einum báti á aðeins 2 mánuðum í litlu sjávarplássi út á landi. Ég held að þetta sé bara á flestum stöðum orðið. Það er allir með endurvigtunarleyfi og þykir voða fínt og flott. Það er löglegt. Það er löglegt kvótasvindl.
Í skýrslu FSO segir að ekki sé kerfisbundið eftirlit með að upplýsingum úr Hafnarvog beri saman við endurvigtun. Nú, rúmum 10 árum eftir að skýrslan var gerð, hefur reglubundnu eftirliti ekki enn verið komið á. Fiskur sem fer til útflutnings stundum annar en skráður á farmbréf. Aflinn kann að vera litaður, kössum með ódýrum fiski raðað efst og fremst í gámana og dýri fiskurinn falinn á bakvið. Sáralítið eftirlit með því að réttur fiskur sé í gámanum þegar erlendir kaupendur taka við þeim. Við gerum þá hverju ári í lok fiskveiðiárs að þá tökum við saman allar tölur landaðan afla í hverju tegund og berum það svo saman við útfluttar afurðir á árinu. Útfluttar afurðir auðvitað reknum við til afla upp á sjó og berum þetta tvennt saman, landaðan afla og útflutninginn. Og þessi samanburður gefur ekki til kynna að það sé mikið svindl. En þannig eru skekkjumörk, það eru mismunandi vinnsluaðferðir sem að fiskvinnsluhúsin vinna. Skekkjumörkin geta numið nokkrum prósentustigum, þá eru við að tala jafnvel þúsundir tonna? Jú, það er alveg rétt og ég efast ekkert það að það er einhver mismunur þarna, hann er ekki stór. Einhverja þúsundir tonna, jú. En það er ekki mikið miðað við það sem aðra þjóðir þurfa að búa við til dæmis. Hefur orðið vitnað svona viðskiptum, vitnað því að þetta sé gert? Já. Þetta er gert. Það vita þetta allir. Allir sem starfa í sjávarútvegi. Til þess að svindlið komist ekki upp þarf að fela það í fiskvinnsluhúsunum. Vinnsluaðferðirnar eru fjölbreyttar og erfitt að komast að rótum vandans. Sérstök deild innan Fiskistofu rannsakar fiskvinnslur og aflar gagna landanir, ísprósentu og vinnsluaðferðir. Í skýrslu FSO segir: bakreikningar eru erfiðir í framkvæmd. Upplýsinga þarf að afla mjög víða og einungis hægt að upplýsa brot ef verulegt misræmi að ræða. Það ef menn hafa gengið mjög langt í brotum. Þá hefur gengið erfiðlega að reka mál fyrir dómstólum. Starfsmenn Fiskistofu staðfesta í samtali við Kompás að erfiðlega gangi að sanna svindlið ef það er ekki stórt í sniðum. Fiskmagnið sem fer í gegnum fiskvinnsluhúsin þó mikið og lág prósenta getur engu að síður skipt tugum milljóna króna. En ertu að segja það að bakreikningar séu nákvæm vísindi? Nei, það er ég ekki að segja. Er hægt að finna át litlu brotin þegar bátar að svindla á ísprósentu til dæmis? Það er mjög erfitt að eiga við það í bakreikningum vegna þess að auðvitað fer það inn í landaðan afla tölur, lægri talan og síðan ef þetta á sér stað mjög lengi að þá getur kannski í lok ársins munað, hvað ég var að segja, 2% eða eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum ekkert að tala stærri tölur. Miðað við þetta, ef við gefum okkur nokkru prósentustig, 2-3%, hvað er þetta mikið svindl? Það er náttúrulega geta allir reiknað það út bara miðað við það hvaða kvóti á hverri tegund. Þannig að þetta getur líka verið misjafnt eftir tegundum. Skiptir þetta 1000 tonna eða 100 tonna eða milljörðum króna? Hvað erum við að tala stórar upphæðir? Ég held að við getum verið að tala einhverjar fáar þúsundir tonna sem náttúrulega mjög stórar fjárhæðir þegar við leggjum það allt saman. Auðvitað eru til heiðarlegir og grandværi menn í sjávarútvegi, en þeir voru ekki til umfjöllunar í þessum þætti. Heldur upplýsingar kerfisbundið og skipulagt kvótasvindl. Hvað hafa heimildarmenn Kompás verið að segja? Jú, þeir hafa sagt frá víðtæku svindli sem skekkir grundvöll kvótakerfisins. Frá litlum byggðarlögum sem eru samsegg, þar sem sjómenn, vigtarmenn, verkstjórar og flutningabílstjórar eru í vitorði saman. Þá tengist þetta oft svona smærri stöðum þar sem allir þekki alla og allir kannski hafa sömu hagsmuni að verja í raun og veru. Bankastjóranir, þeir vita þetta allir. Ég hef talað við nokkra. Ég hef talað við aðstöðumenn í Fiskistofu þetta. Það var gengið á milli mín og þeirra tölvupóstar og símtöl. Þeir séast vita af vandanum, þeir hafa ekki við hann. Þeir hafa ekki tæki og tól og mannskap. En svo er það lögreglan sem sagt á hverjum stað fyrir sig, hvar er hún. Þú getur fundið bara innan við 1% af bátunum sem kannski eru heiðarlegir í þessu, og þú ekki.
Ég held ég mér sé út að segja það, allir hafa komin nálægt þessu. Það er engin látin komast upp með það að fara inn í bankann í litla bæjarfélaginu og sækja sér kannski 30% meira inn á reikningin heldur en ætti til. Ég efast að það er samþykkt. Lögreglan er fljótt á staðinn þegar það kemur upp. Það kallaðist bara bankarán, einfaldlega.